Komið öll sem sæl og blessuð. Ég þakka ykkur fyrir áhugann og ætla að vera með hér í dag í þessari hugleiðslu. Þessi hugleiðsla og þar sem á eftir fylgja eru leiddar út frá trombonum eða háspilunum í tarotspilunum. Og þessi fyrsta hugleiðsla verður ef til vill pínu lengri en hinnar því ég ætla aðeins að byrja á því að segja frá spilunum sem við notum áður en eiginlega hugleiðsla hefst. Ég ætla sérst að nota 2 tegundir af spilum. Það eru spil eftir mann sem hét Aleister Crowley og það var Lady Frida Harris sem teiknaði myndirnar á þeim. Síðan eru hérna spil eftir Arthur Waite en það var Pamela Colman Smith sem teiknaði myndirnar þar. Bæði spilin skráð á karlmenn en listamennirnir konur. Spil Crowleys eru örlítið stærri, allavega þau sem ég á og það kemur ekki að sök en þau eru orðin dálítið snjáð, mörg hver. Ég biðst bara forláts á því, mikið notuð, en ég vona myndin skili sér samt sem áður. Já, þetta er ekki alveg hvað ég á að segja meira þau. Spilin hans Arthurs, hann Pamelu, þau eru yfir 110 ára gömul. Og eru líklega mest notuð og þekktustu tarotspil í dag. Og spilin hans Crowleys og hennar Fridu eru töluvert yngri. Þau voru gefin út að mig minnir 1956 eftir dauða þeirra beggja. En já, þetta var bara svona rétt til að segja frá spilunum því að í dag eru ótal tegundir til af tarotspilum og mikið af spilum líka sem eru ekki eiginlega tarotspil heldur allskyns spáspil, getum við sagt. Ok, en í þessum hugleiðslum sjáum við bara hvert orka spilana leiðir okkur í hvert og eitt skipti og þær verða ekki, það er engin forskrift að þessu hjá mér, ég læt bara reka reiðanum í jákvæðri merkingu. Ég fylgi bara því sem til mín kemur og því sem það sem til mín kemur því miðla ég bara áfram. Þannig að við skulum bara sjá til. Þá er ekki eftir neinu að bíða. Ég ætla ekki að hafa langan formála að þessum hugleiðslum. Mér langar bara að segja það að í byrjun hverjar hugleiðslu er gott að koma sér fyrir þar sem að við verðum ekki fyrir truflun. Það er gott að slökkva á farsímum og öðrum tækjum sem trufla. Það er mjög jákvætt og gott fyrir alla að gefa sér þessa stund fyrir sig án þess að aðrir hafi aðgang af henni á meðan. Og ég ætla ekki að hafa heldur langa formála að hvernig við
komum okkur fyrir. Ég ráðlegg ykkur bara að sitja eða liggja eftir því sem ykkur finnst best. Slaka vel á í líkamanum. Tengi ykkur í huganum fast við móður jörð og tengi ykkur sömuleiðis við almættið eða alheiminn. Það hægt að gera þetta í gegnum iljar eða rótarstöð annars vegar og í gegnum hvirfilstöð hins vegar eða höfuð. Það má sjá fyrir sér hvítt ljós, bjart ljós. Það má finna fyrir hlýrri orku, umvefjandi orku. Það hægt að fylla líkama sinn af þessari orku til að slaka á sem best áður en við höldum af stað. Það verður hver og einn að finna það sem honum hentar best og þá skulum við bara hefja leikinn. Þegar við erum búin að koma okkur vel fyrir, jarðtengja okkur eins og okkur finnst best með því að sjá fyrir okkur ljós eða rætur, tengjast móður jörð og þegar við erum búin að tengja okkur við alheimsorkuna, almættið með hvítu, björtu, fallegu, hlýju ljósi. Þá ætlum við að sjá fyrir okkur spilin 2, nú eða 1. Eftir því sem ykkur finnst betra, þá getið þið tekið annað spilið fyrir og einblínt á það. En fyrsta spilið sem við tökum fyrir heitir á íslensku fíflið. Hefur verið kallað flónið líka. Skiptir ekki höfuðmáli, ég kalla það fíflið. Og eins og þið kannski sjáið er tölustafurinn 0 númer þessa spils. Margir segja að 0 sé ekki númer því að það táknar ekki neitt. Og enn aðrir vilja hafa þetta spil númer 21 á undan veröldinni sem er síðasta trompið og vilja þá hafa veröldina númer 22. Einhverjir vilja hafa þetta spil sem síðasta spilið, það er að segja eftir veröldinni og hafa það númer 0 þar. Skiptir í raun og veru ekki höfuðmáli. Það er sterk hefð fyrir því að þetta sé 0 og að þetta sé fyrsta spilið í stokknum. Ég ætla ekki að dæma hvað er rétt eða rangt varðandi háspilin í tarotinu. Það er svo margt varðandi tarotspilin sem ekki er vitað og eflaust er þetta eitt atriði sem kannski verður aldrei almenn samstaða skulum við segja. Það fer svolítið eftir hversu hátíðlega menn taka spilin og boðskapið þeirra og svona hvaða stefnu menn fylgja. En það skiptir ekki höfuðmáli kannski fyrir okkur hér. Við ætlum að einblína á orku spilana eða spilsins
og við byrjum á því að sjá að aðal litur spilsins er gulur og síðan kannski grænn. Hvað segja þessi litir ykkur? Gulur er upplyftandi og það táknar birtu. Græni liturinn hefur staðið fyrir það sem er gróskumikið og hann er líka tengdur oft á tíðum við hjartastöðina okkar. Fíflið kemur með visku barnsins, visku og sakleysi barnsins sem tengist líka inn á hjartastöðina. Fíflið er alls óhrætt þar sem það stendur á klettabrúninni. Það er tilbúið að stökkva fram af, stökkva út í óvissuna sem bíður þess. Að öllum líkindum verður fallið hátt, en fíflið stendur í þeirri staðföstu trú að almættið muni grípa það og það hefur enga ástæðu til að óttast eða halda að eitthvað slæmt muni koma fyrir, því að trúin á almættið, trúin á að það sé eitt með almættinu, er öllum ótta yfirsterkari. Þannig færir fíflið okkur þá hvatningu að treysta á mátt almættisins, að treysta því að við séum hluti af þessu stórfenglega kerfi, þessari veröld sem að almættið er, og að treysta á hlutverk okkar hér í þessu lífi. Fíflið er saklaust. Það hefur gert upp við sig allar skuldir, allar sektarkennd og ber ekki lengur kala til nokkurs manns. Fíflið veit að það er ekki þess að dæma, heldur mun hver og einn dæma sig sjálfur á sínum verkum. Fíflið er sátt við verk sín í þessu lífi, sátt við dagsverkið ef svo má segja, og það býr yfir einhverju óræðu leyndarmáli. Það býr yfir vitneskju sem ekki allir hafa öðlast. Það býr yfir vitneskju sem að menn öðlast einungis með reynslu og trausti. Fíflið sér á bak við allar blekkingar. Fíflið minnir okkur á þekktar persónur úr ýmsum sögum, þar á meðal Hans Klaufa úr því gamla ævintýri, þar sem að vitneskjan og traustið það að prinsessan myndi taka honum eins og hann var, yfirskyggði allt annað. Sjálfstraustið í botni og fífldirfskan líka í botni. Fíflið minnir okkur líka á
flökkumenn í ýmsum sögum sem eru frjálsir og óháðir öllum öðrum og þurfa ekki að fylgja neinum ákveðnum kerfum eða ákveðinni siðfræði. Fíflinn minnir okkur líka á barnið í sögunni nýju fötin keisarans. Það sér á bakvið allar blekkingar. Það tekur ekki þátt í blekkingarleik mannanna og segir hlutina eins og þeir eru. Sannleikurinn sagna bestur og það sér engan gróða, engan akk í því að blekkja aðra eða að reyna að halda ákveðinni ímynd af fólki. Fyrir fíflinu hin sanna ímynd hið guðlega eðli sem býr innra með okkur öllum. Þetta saklausa hjartarheina barn sem býr innra með okkur öllum, sem gerir það að verkum að við munum hver við erum. Fífli kemur með þá þekkingu að við erum öll partur af guðdómnum. Við erum öll eitt, mismunandi geislar frá sömu ljósuppsprettunni og sú vitneskja nægir fíflinu. Það hræðist ekkert. Óttinn nær ekki tökum á einstaklingi sem hefur þessa vitneskju lifandi innra með sér. Efnishyggjan nær ekki tökum á einstaklingi sem í þessu hugarástandi. Það að ferðast létt besta og eina leiðin til að ferðast, því það ekkert vit í augum fíflsins að láta efnið binda þig niður í fjötra. Lífið best þegar þú ert frjáls, þegar þú getur lifað eftir þínum sannleika og þarft ekki að beina orkunni þinni í að viðhalda efnishyggju eða hlutum í kringum þig sem þú hefur sankað að þér. Í því fólkið falskt öryggi. Hið eina sanna öryggi fólkið í því að vera óhræddur og bera traust til almættisins. Þannig öðlastu frelsi. Þannig getur verið frjáls í hjarta þínu. Og þannig öðlastu ákveðna uppljómun sem gerir þig óháðan og gerir þig öðruvísi en samferðamenn þína. Þeir samferðamenn sem ekki eru staddir þar sem fíflið statt líta fíflið hornauga og
telja hann vera kjána, en þeir vita ekki það sem hann veit. Og kjósa að fara aðra leið í sínu lífi, kjósa að fara leið efnishyggjunnar, leið óttans og þá leið að skera sig ekki úr fjöldanum. Fíflinu er slétt sama allt slíkt og fylgir sínu frelsi. Við skulum núna taka smá stund þar sem við íhugum þennan boðskap og leyfum orku og litum spilsins að flæða yfir okkur.
Þá skulum við koma til baka og velta fyrir okkur hvernig við getum nýtt okkur þessa jákvæðu orku á jákvæðan hátt. Öll tarotspilin búa yfir jákvæðri og neikvæðri hlið, tveimur pólum eins og í raun og veru allt gerir. Það er okkar að nýta orkuna okkur til góðs og fara ekki út í neikvæðu hliðar spilsins sem gætu verið það að standa á sama allt, verða óhóflega sjálfhverfur eða kærulaus og vera hættulega hvatvís og vanrækja okkur sjálf eða umhverfi okkar. Jákvæð orka fíflsins getur hjálpað okkur að takast á við nýja hluti, nýja spennandi hluti í lífi okkar. Hún getur hjálpað okkur að núlla okkur út, ef svo má orðið komast. Hún getur hjálpað okkur að treysta, sleppa tökum þegar við erum komin í öngstræti með okkur sjálf. Orka fíflsins er mjög æðrulaus og áhyggjulaus. Hún getur verið góður ferðafélagi í upphafi ferðalags og þegar við erum ákveðin í að opna á nýja hluti. Þetta var fíflið. Þá er bara komið að því að draga orkuna okkar svolítið saman, koma aftur af fullri vitneskju inn í líkama okkar, teygja varlega úr okkur, hreyfa fingur eða tær og opna augun ef að þau hafa verið lokuð. Þá vil ég bara þakka ykkur fyrir samveruna, ljós og kærleikur til ykkar.